Herðu, takk hérlega fyrir að bjóða mér hér á þessa ráðstefnu og bara fundastjóri, það eru fundamenn og þeir sem eru í streymi. Einar Bergmann heiti ég er fagstjóri forvarnasviðs slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, búinn að vera þar síðan 2009 og fagstjóri síðan 2016. Hef starfað í slökkviliði síðan 1997, fyrst hjá slökkviliði Hveragerðis, svo Brunavörnum Árnessýslu og svo slökkviliði Akureyrar og slökkviliði Hafnarfjarðar á sínum tíma og starfandi í dag hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins og síðan upp í Reykholti hjá Brunavörnum Árnessýslu. Ég er mjög stoltur af því að fá að vera þar slökkviliðsmaður líka. En það sem ég ætla að fara yfir í dag dómsmál sem slökkviliði höfuðborgarsvæðisins fór í rétt áramót í fyrra, þar sem við vorum beðin heimildir slökkviliðs til þess að fara inn í íbúðarhús og reyna að fá að komast þar inn til þess að skoða og þau samskipti sem við eigum við það fólk sem átti það húsnæði. Ég ætla að velta upp nokkrum spurningum fyrir okkur í dag. Það náttúrulega fjölmörg atriði sem við þurfum að hafa í huga þegar við erum að tala íbúðarhúsnæði og hvort það sé óleyfileg búseta í íbúðarhúsnæði. Þetta náttúrulega bara stór spurning. Íbúðarhúsnæði náttúrulega gert til þess að við búum í og höfum aðgengi að sem dvalarstað, en má eigandi sem á húsnæði leigja það út bara fyrir hvern sem hvenær sem bara eins og ég vill og fyrir eins marga og ég vill. Við höfum fengið fjölmörg dæmi þess að það eru kannski hátt í 100 manns skráðir til búsetu í íbúðarhúsnæði. Þetta kannski íbúðarhúsnæði upp á 300 fermetrar með kannski 30 einstaklinga í búsetu. Þannig að við þurfum aðeins að skoða málið og við höfum verið að reyna að finna leiðir til þess að geta fengið að skoða það út frá Brunavörnum, hvort að það sé einhver hætta fyrir fólk í því húsnæði. Hvenær Brunavörnum ábótavant? Hvað haldið þið? Það númer 1, 2 og 3 að fólk hafi sína flóttaleiðir. Að við höfum þannig að fólk geti komið greiðan aðgang að því að komast út og geta bjargað sig sjálft. Jú, svalir, flóttastigahús, brunahólfandi flóttastigar eða gangar. Þannig að við þurfum að hafa þetta í huga að við erum að reyna að tryggja öryggi fólks að það komist sjálft út. Síðan spurningin sem við fáum stundum þegar við tölum að fara í íbúðarhúsnæði og að reyna að fá heimildir til þess að komast inn í íbúðarhúsnæði. Ætla þá slökkviliðið að fara að herja á öll íbúðarhús og koma heim til ykkar? Ætlum við að koma heim til fólks óafvitandi og skoða það húsnæði? Nei. Það ekki markmið slökkviliðs að fara að skoða allt íbúðarhúsnæði. Það sem við ætlum að gera það að þegar við fáum vísbendingar, upplýsingar eða eitthvað annað frá, til dæmis eins og við stundum fengið frá lögreglu, þar sem þeir hafa þurft að hafa afskipti af fólki í húsnæði, þar sem kannski fjölmargir einstaklingar í litlu rými, kjallaríbúð með kannski 10-15 manns, kannski 50 fermetra íbúð. Þannig að þetta kannski hluti sem við þurfum kannski að fá heimildir til að geta komast inn til að sjá hvort að fólk sé öruggt. Við höfum bara þá sýn að það eiga allir, óháð því hvort að þetta sé einstaklingar af götunni, flóttafólk eða aðrir, að þeir eigi rétt á að hafa brunavarnir sínar í lagi. Þannig að við höfum brunavarnir í lagi á öllu þeim stöðum þar sem fólk dvelur og sefur. Forsaga þess sem við förum í núna það bara forsaga og samskipti við húseiganda það hvað var til þess að við fórum í þessa vegferð að reyna að biðja dómsúrskurð til þess að fá að komast inn í hús, íbúðarhúsnæði. Ég mun ekki tala heimilisfang og ég mun ekki gefa upp nöfn þeirra sem ég tala við og myndirnar sem fylgja þessu ekki úr því húsnæði sem við báðum heimildurum. Í júní 2002 höfðum við samband við húseigandann. Húsnæði kjallar á 2 hæðir, reynir 4 hæðir að mínu mati og talið að það sé 26 manns í húsinu. Búin að skipta niður í fjölmörg herbyggi, loka fyrir flóttaleiðir og annað þetta grunur okkar þetta. Við erum ekki með staðfestingu á þessu og báðum húseiganda það að fá að fara inn í húsnæði til þess að geta tryggt það og sé hvort að við höfum rökstudd á grun og hvort það sé rétt hjá okkur.
Húseigandi var nú ekki alveg tilbúin til þess að hleypa okkur inn í húsnæði og var í ákveðnum samskipti við okkur. En við gerðum þetta á grundvelli þessar 12. greina laga og 23. grein sömu laga að eigandi mannvirkis þarf náttúrulega að tryggja það húsnæði sé í lagi. Þannig að við fórum bara í þessa vegferð með okkar lögfræðingum til þess að reyna að komast að niðurstöðu eftir okkar bestu vitund hvernig lög okkar brunavarnir hljóða. Eigandi var nú ekki alveg til í að hleypa skónumönnum inn í húsnæðið. Hann svaraði okkur á ýmsan hátt og endilega setti til mín 2 hressa einstaklinga. Hann ætlaði ekki að skemmta stærri hópi en það. Þannig að hann var strax í vörn með það hverjum hann ætlaði að hleypa inn. Hann vildi að mennina mætti ómerktum bílum og myndatökur og hljóðupptökur væri alls ekki í lagi. Það stendur í lögunum það að heimild slökkviliðs til að taka myndir og vera í húsnæðinu og á öllu þau stöðu sem eftirlitið skal hljóta. Þannig að við reyndum aftur að tala fyrir honum og við reyndum að fá hann til að skilja það að við vildum fá að skoða öll rými hússins, líka þau rými þar sem fólk dvelur. Þannig að við ákveðum að senda annað bréf. Það bréf var áréttað það að við myndum mæta einkennisklæddir eins og okkur ber. Við mætum alltaf á ómerktum bílum, en við þurftum að taka myndir af þeim sem við værum að skoða til þess að byggja undir okkar kröfugerð eins og við gerum venjulega. Þannig að við lögðum áherslu á það að vera í góðum samskiptum við viðkomandi það að við hefðum þennan lagagrunn til þess að koma í skoðun ef hann hleypti okkur inn í húsið. Þannig að við fórum í þessu að reyna að tryggja það að við getum skoðað, þannig að við verðum að tryggja líf og heilsu fólks eins og lögin segja til Þannig að við komum náttúrulega til þess að reyna að koma í veg fyrir það að verði frekara tjón. En þá gerðum við kröfur það að reyna að koma aftur. Hann svarar náttúrulega það að hann ætlar ekki að afsala sér neinum réttindum. Má koma heimsókn, en hann líklega bara láta sig vita. En hann ætlar ekki að sýna okkur herbygginn. Hann ætlar ekki að sýna okkur annað en sameiginlegu rými. Hann ætlar ekki að leyfa okkur að taka myndir og ekki að leyfa okkur að vera sinna þessu eins og okkur ber. Þannig að hann ennþá á móti því að við sinnum þessu eða komum og tökum þessu úttekt. Hann náttúrulega hissa á því að hvaða reglum hann brotlegur. Við vitum ekki til þess að húsnæði hafi fengið breytingar á teikningum hjá byggingaryfirvöldum eða annað, þannig að við reynum að halda þessu áfram. Við töldum að það væri fjölmörg atriði sem væru að. Við höfum fengið ábendingar, fengið myndir og fengið hluti í hendurnar sem við töldum okkur vera dálítið í sterkri stöðu með það þá, ef hann myndi neita okkur, að við getum farið með það til dómara eins og reglugerðin segir, til þess að fá úrskurð samkvæmt 20. grein laganna það að fá að fara inn í húsnæðið, fá úrskurð dómara. Og þarna færa bréfið það að skulum leita til héraðsdóms. Þannig að ef hann svarar okkur ekki, þá ætlum við að leita til héraðsdóms. Sem við gerðum. Við leitum til héraðsdóms, en áður við leitum til héraðsdóms þá ákvað ég að senda hann bara lítinn tölvupóst, mjög skýran, ætlar að hleypa okkur inn eða ekki. Og þá kemur frá honum, hvað heyrist yfirvörður minn, endilega sýnir mann dómarum þessi samskipti. Þannig að hann ekki alveg til í að hleypa okkur inn og á grundvelli þessara upplýsinga, fjölmörgu samskipta sem við erum búin að eiga við hann, sem þið sjáum náttúrulega bara hluta af,
að við ákveðum að fá lögfræðing okkar til þess að leita atbeinnis dómstóla til þess að fá heimild til þess að fara í húsnæðið. Húsnæðið töldum við vera mjög skýrt með það að þarna væri fjölmargir aðilar, alltaf 26 einstaklingar í mörgum herbyggjum og væri búið að breyta húsnæðinu og flóttaleiðum. Og við höfum ennþá þá skoðun í dag. 15. desember var leita til héraðsdóms og farið var fram á að slökkviliðið veittur aðgangur í húsnæðinu. Við töldum að vera fullreynt að fá húseiganda til að hleypa okkur inn í húsið og það væri alveg skýrt að við hefðum lagastoð fyrir þessu og við letum á það reyna. Þannig að við töldum að vægar úrræði með það að eiga í góðum samskipti við húseiganda gengi ekki upp. Þannig að farið var í þessa vegferð það að biðja dómara að gefa okkur heimild til að fara inn í húsnæðið. Úrskurður dómarans sem kom í fjölmörgum liðum og var mjög merkilegur fyrir okkar sakir. Þannig að sterkur og rökstuddur grunur brunað sé verulega áfótt. Hann tekur undir það. Þannig að við erum að biðja þetta og sóknaraðili slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins til að miklum hagsmunum verið í húfi þar með líf og heilsa fólks. Ok. Ég hefði haldið að við hefðum fengið þá áfram heimild dómara til þess að fara í þetta. 20. greinin sem grundvöllur þess að við höfum þessa heimild, hann rekur hana af því að það stendur mjög skýrt, ekki heimild að fara í þeim tilgangi íbúðarhúsnæði, tekin hafi verið í notkun án samþykkis eiganda umráðamanna húsnæðis nema að fengnu úrskurði dómara, sem og við erum að reyna að gera. Þannig að lagagreininni reifuð þarna á hvaða forsendum við erum að gera þetta. Það kemur ákveðin vinkillinn í málið frá dómaranum, friðhelgi einkalífsins. Það kemur aftur á því á slökkviliðið að hafa heimild til þess að fara inn í íbúðarhúsnæði. Mín skoðun þú að við eigum að hafa heimild til þess ef við höfum rökstuddan grunn og getum rökstuddað gagnvart dómara. Þannig að ég alveg sammála því að við þurfum að hafa eitthvað fyrir okkur til þess að koma, en við getum ekki komið bara að því bara inn í íbúðarhúsnæði. En ég árétti samt að búseta í atvinnuhúsnæði erum við með mjög skýrar heimildir til þess að fara inn í húsnæði og skoða. Öll atvinnu- og iðnaðarhúsnæði á landinu. Eingöngu húsnæði í notkunarflokki 3 ekki heimild fyrir okkur að fara inn í, eins og þetta segir til og meðal annars á grundvelli friðhelgis einkalífsins. En athyglisvert samt að það talað það að það vitnaði í mannréttindadómstólinn í þessu dómi það að það allir rétt til lífs. Er það ekki einn af grundvöllur þess að við séum að tryggja líf og heilsu fólks eins og 1. grein laga brunavarnir? Jú. Þannig að við skoðum þetta áfram og dómari heldur áfram að tala friðhelgi einkalífsins og meðferð sakamála. Þegar lögregla leitar atbeina það að fá heimildi til húsleitar, þá það mjög skýrt í lögum númer 88 frá 2008 meðferð sakamála. Það tilgreindar ástæður, það tilgreindir hlutir sem þurfa að vera til staðar og á hvaða forsendum þeir hafa heimildirnar. Í lögum brunavarnir var ekkert svoleiðis til staðar. Þannig að á hvaða forsendum á dómarinn að taka afstöðu til þessa máls. Við teljum okkur hafa mjög sterkan grunn, við teljum okkur hafa myndir, við teljum okkur hafa staðfestingar á því að fólk sé í þessum stað og með aðstæður sem eru hættulegar. Þannig að
dómarinn fer inn á þetta og sérstaklega það sé ekki nein skilyrði í lögunum það hvað skal liggja til grundvallar. Álit dómarans svo á lögunum okkar voru sláandi. Mjög skýrt í þessi niðurstöðu dómarans lögskýringar gagnvart lögum brunavarnir ekki í lagi. Jú, lögskýringar eins og við talaðum áðan, hvað þarf að liggja til grundvallar þess að við skulum fá heimild til að fara inn í íbúðarhús? Engar lögskýringar. Þannig að við erum dálítið föst. Lagagreinin okkar sem við töldum okkur hafa grunn fyrir og okkar skilningu var þegar við gætum farið inn í íbúðarhúsnæði eða höfum rökstuða grunn með myndum og dóti sem við höfum annars staðar frá þeir sem búa í húsinu eins og í þessu tilfelli að við gætum þá fengið úrskurð dómara. En svo var ekki. Þannig að það var engar heimildir fyrir okkur til að skoða íbúðarhúsnæði þrátt fyrir það standi í lögunum okkar. Niðurstaðan þar með kröfum vísa frá dómi. Þannig að við vorum á sama punkti eftir þetta og í upphafi. Hvað finnst ykkur? Finnst ykkur að við eigum? Já? Þetta húsnæði sem íbúðarhúsnæði, skráð samkvæmt fasteignaskrá sem íbúðarhúsnæði og þar með verðum við að beina okkur til atbeina dómstóla til þess að fá aðgengi að því að það íbúðarhúsnæði en allt almennt atvinnu- og iðnaðarhúsnæði, já, það megum við hafa skoðun. Ef að viðkomandi hafi verið með gististað, samkvæmt lögum og hótelveitingum gistaði, að þá hefðu við getað haft heimildir af því út frá þeim lögum. Þannig að þetta ekki gististaður, þetta langtímaleiga, ekki með leyfi frá sýslumanni eða annað og þar með höfum við ekki heimild til að fara inn í húsið. Og dómarinn bara árétta það, vísa málinu frá dómi. Þannig að það kemur mjög skýrt fram að mínu mati að við höfum aldrei haft heimild til að fara inn í íbúðarhúsnæði, þrátt fyrir við töldum okkur. En þá líka komið niðurstaða í það að þegar við fengum ákvörður á okkur og menn voru að tala af hverju voru ekki búin að skoða Bræðraborgarstíg. Við höfum greinilega ekki haft heimild til að fara þangað inn eða höfum reynt það. Þannig að það alveg sama á hvernig við horfum á þann tening að við höfum aldrei getað að fara að skoða það húsnæði. Þannig að það ekki hægt að ásaka okkur fyrir að reyna það ekki. En að laga lögin eitt og sen að framfylgja þeim með annað. En við erum búin að vera í mikilli vinnu núna þar sem af þessu ári í starfshópum með vegum ráðuneytis og annað til þess að reyna að finna leiðir til þess að laga lögin og það ánægjulegt að segja frá því. Ég fékk heimild bara í það í fyrradag það að sýna þá grein sem verður lagð fyrir Alþingi sem mun það gefa okkur þessar heimildir. Vonandi mun Alþingi samþykkja þessar greinar. Við vitum það bara þegar hlutinni fara sem drögin í Alþingi þá gerast ýmsar breytingar og stundum koma hlutinir bara það illa orðaðir tilbaka að við höfum ekki heimildir þrátt fyrir að það sé markmið laganema að hafa þær heimildir en þessi grein sem við erum með hér mjög góð og vonandi fáum þessa grein inn í lögin og það verður breytingar á lögunum með það. Þannig kemur nákvæmlega það sem dómari bendir okkur á það þurfa að vera lagaskýringar á því hvað þarf að vera til staðar til þess að við höfum heimildir til þess að fara inn í íbúðarhúsnæði. Eigandinn neitar opinberlega allan tvígang sem og við vorum með í þessu tilfelli. Já.
Samsetning íbúa hefur áhyggjur vegna tungumálaörðugleika, búseta barna. Við höfum verið mjög hörð á því að fylgja því mjög hart eftir eða sé búseta barna. Börn geta ekki varið sér sjálf, þannig að við verðum að reyna að tryggja þeirra hagsmuni. Húsnæðinu breytt án leyfis, já, líka, og líka fjöldi útlendinga var í þessu húsi. Stærð og tegund húsnæðis, það er tiltölulega stórt, upp á kjallara og 3 hæðir, eða 2 hæðir og ris. Lélegar flóttaleið. Byggingarár og byggingarefni, gamalt hús, reyndar steinsteypt, það er jákvætt. Grunnur brunavörnum sé verulega áfátt, já, við erum búin að fá myndir og staðfestingar þeirra sem hafa búið í húsinu það að brunavörnum sé áfátt. Grunnur brunavörnum sé áfátt í húsnæðinu, eigandi eða forráðamaður ógnu öryggi annarra mati slökkviliðs, það er bara þá þurfum við að koma rökstutt mat það að það sé eitthvað hætta í gangi gagnvart því fólki sem það er til staðar. Húsnæði ber með sér að þurfi viðhald, hvaða húsnæði þarf það ekki. En síðan heimilt að fara inn í íbúðarhúsnæði samkvæmt 2. málsgrein án dómskurðar rökstuddur grunur að íbúar séu í hættuverðinni og beðið eftir dómskurði myndi ógna lífi íbúa. Það eru örugglega einhverjir staðir sem við þyrftum að fara í sem kannski kjallarahólur með eina hurð inn, kannski 10-20 íbúar, mjög litlir lélegi gluggar, langar leiðir að sækja inn, þannig að við þurfum að hafa þetta í huga, við getum þurft að beita þessu ákvæði. Heimilt að fara inn í atvinnuhúsnæði sem búseta fer fram án úrskurðar dómara, ákveður ráðherra frekari fyrirmæli reglugerð. Þannig að það er áréttað enn og aftur að við höfum heimildi til þess að fara í húsnæði sem er búseta í, þrátt fyrir að það sé atvinnu innanhúsnæði. Þannig að vonandi fáum við þessar lagabreytingar og vonandi munum okkur geta sinnt skyldu okkar að tryggja öryggi íbúana eins og við erum að gera í þeim nokkrum tugum mála sem erum óleyfileg búseta í og erum að sinna. Einhverjar spurningar? Já. Hérna? Já, góðan daginn. Ein spurningin að snúa þess aðeins við, hefði verið, kannski engin möguleiki að koma því bara í gegn að allt leiguhúsnæði atvinnustarfsemi. Þannig að tryggjum bara leigumarkaðinn, þeir sem í leiguhúsnæði, að það sé að þeir geti sótt að húsnæði sé öruggt, heilsunæmt, og þá getur skattunum líka verið ánægður, þá þetta bara komið inn að þetta atvinnustarfsemi. Þetta mjög góður vinkill og þetta hefur verið rætt og þetta hefur verið rætt það að þeir sem eru í íbúðarhúsnæði munu þurfa þá kannski að fá eitthvað stimpil frá slökkviliði eða öðrum aðilum það að vera með öruggt húsnæði og geta þá kannski nýtt það til áframhaldandi til þess að fá húsaleigubætur, en það ekkert fast í hendi með það, þetta hefur bara verið í umræðinni og þá náttúrulega kemur það líka niður á það að þá þarf að fjölga ansi mikið í eldvarnaeftirliti til þess að geta sinnt í að gefa út vottorð kannski á þau húsnæði sem eru leiguhúsnæði, hvort sem það er íbúð eða annað upp á þeir fái þá húsaleigubætur. En það er gerjun til dæmis í þessum lögum sem ég er að vitna í það að leyfa aðsetuskráningu í iðnaðarhúsnæði og aðsetuskráning verður heimild ef slökkvilið hefur samþykkt húsnæði sem búsetuúrræði, að þá verður heimild að skrá aðsetur og þar með getur viðkomandi fengið húsaleigubætur. En þá það líka slökkvilið sem búin að taka út húsnæði út frá því að við lítum á húsnæði eins og hótel og gististaður, að sé með þeim brunavörnum sem uppfylla þar. Svara þetta spurningunni? Já, það kannski vantar. Það sem ég kannski hugsa já, kannski íbúð, en mér finnst bara eðlilegt að þegar ég legin út, það kannski ekki fara alveg í reglur hótel og gistihús, heldur bara að það sé þó reykskynjari, slökkutæki tryggt
eins og maður veit leigu taka þar sem allt í reykskynjarnir bílar og eigandi vill ekkert gera í málinu. Já, sko venjulegt íbúðarhúsnæði eða eins og mörg eða flest húsnæði sem er byggð eftir 1980 uppfylla það að vera með 2 flóttaleiðir, svalir og hólfandi stigahús og svoleiðis, þannig að flest þau hús myndi uppfylla þetta. En það er fjölmörg önnur hús sem má velta fyrir sér sem er kannski 1 stigi upp, enga svalir upp í risi á einhverju húsi sem kannski myndi aldrei fá já frá slökkviliði. En eigum við þá hafa þannig að það sé bannað að leigja það út og eigandi verður bara að nota það sjálfur. Þannig að það er fjölmargar spurningar sem koma upp í þessu sambandi. Fleiri? Góðan daginn, Davíð frá Örugverkfræðstofu. Mér langaði að spyrja hérna breytingar og þú nefndir breytingar og á húsnæði án leyfis, byggingarleyfis skildabreytingar. Nú það í mannvirkjalögum náttúrulega bannað en það er enginn sem fylgir eftir. Það er að segja byggingafulltrúinn er ekki að fylgja þessu svona eftir eins og þið. Var það eitthvað rætt í þessu samhengi að taka eitthvað meira á því breytingum án byggingarleyfis? Það hefur verið afstaða slökkviliðs að við ætlum ekki að fara inn á vettvang byggingafulltrúa eða annar embætta. Við tökum afstöðu til þeirra sem snúa að brunavörnum, að fólk sé öruggt gagnvart brunavörnum. Ef menn hafa breytt húsnæðinu út frá þeirrum þegar liggjandi aðaluppdráttum, að þá munum við senda fyrirspurn, eða ekki fyrirspurn, senda ábendingu á byggingaryfirvöld það að húsnæðinu hafa verið breytt. En við erum ekki, það er ekki okkar að fylgja því eftir, en það er okkar að tryggja það öryggi fólks til staðar. Fleiri? Við sjáum það náttúrulega hérna í bænum í okkur og það er farið að búa í öllum hólum bæjarins. Það verður svona kannski í duga. Nú erum við farin að sjá svona gámaeiningar og gamlar vinnubúðir utan á landi sem er farið að hóla hér og þar bæinn og stundum upp á 2-3 hæðir. Hvernig eru brunavarnir í þessu og hvernig snýr þetta á okkur? Það sem hefur komið inn á borð til okkar af fyrrabræði frá þeim sem eru að setja þetta upp hafa þeir verið með brunavarnir tiltölulega góðar. Þeir hafa sýnt fram á það á teikningum, þeir hafa sýnt fram á það að þeir séu að reyna að gera hlutina í samræmi við þær greina reglugerðar sem er til staðar. Við erum síðan að rekast á ýmsa hluti sem hafa aldrei komið inn á okkar borð og þá förum við bara eftir okkar reglum. En það er afstaða okkar að það eiga allir að uppfylla lágmarksskilyrði brunavarna til það sem er búseta og það sem fólk sefur. Það er ekki alveg sömu reglur sem gilda húsnæði sem það sem fólk sefur og það sem fólk sefur ekki, en við erum mikið að færa okkur inn í til dæmis að byggja svona aðeila það sem eru kannski mörg herbyggi og lélegar flóttaleiðir að það sé sett upp vatnsrofakerfi í húsin. Þannig að já, það er verið að reyna að tryggja það öryggi fólks í lagi. Fleiri? Ef það sé ekki fleiri spurningar þá ætlum ég bara að þakka fyrir mig og bara þakka fyrir áheyrenduna. Höskuldur, takk og takk fyrir. Það er svo ótrúlegt að við erum á áætlun og þið hafið möguleika á því að ná okkur í áfyllingu á kaffið svona í 10 mínútur.